Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Það má segja að þátturinn af þessu sinni verði af dýrari gerðinni, enda ætlum við að fjalla eitt og annað af dýrum í þessum þætti. Ég veit ekki betri leið til þess að byrja þannig þátt en að byrja nokkrum krúttlegum kiðlingum á Grænumýri í Skagafirði. Rjómablíða í Skagafirði gefur fyrirheit gleði og góðan dag. Það fór þó fram úr björtustu vonum að heimsækja fjölskylduna á Grænumýri, en þar eru komnir kiðlingar sem hoppuðu og skoppuðu og leiðu okkur að halda á sér eins mikið og við vildum. Unga fólki á bænum bíður alltaf spennt eftir því að kiðlingarnir fæðist og ungi geitahirðirinn Ronja hafði góða stjórn á málunum. Finnst þér gaman þegar eru komnir kiðlingar? Já. Hvað finnst þér skemmtilegast við kiðlingana? Halda mig. Veistu hvað þessi heitir? Nei. Langar að skýra hann? Ertu með góða hugmynd á nafni? Nei. Hvort finnst þér skemmtilegra að halda á kiðlinga eða lambi? Kiðling. Er gott að knúsa hann? Já, það er fátt betra en vorið í sveitinni. Alltaf lifna við og hækkandi sól í heiði. Guttormur eða Gutti og Kristín Halla eru bændur á Grænumýri og búa þar með 4 börn, 3 hunda, heilan her af kindum og dágóðan hóp af geitum. Við verðum með geitur bara alla okkar búskapartíð síðan fluttum hérna 2006. Fyrstu geitina fengum við 2002. Það var kiðlingur sem tók saman við forystukind sem ég átti og það verið móðurlaus upp á fjalli og þau héldu hópinn, komu heim á tún og... Hún hefur bara gengið honum í móðustað þannig? Já, svona nánast. Það náttúrulega fekk ekki að drekka en svona já, alla stöðmikið sem maður segir. Og urðu þið bara strax ástfangin af þessum kiðling og ákveðið að hefja búskap? Það var nú svolítið svona skrítið fyrst en svo vandist þetta. Jú, þetta var bara mjög gaman að fá geit. Og lengi vel bara einn fyrst en svo áttum kiðling og annan kiðling og svo fleiri kiðlinga og svo bara fjölgaði. Og hvernig búskapur er það að vera með geitur? Hvað gerir þið geitunar? Við nýtum kiðlingana, kjötið af kiðlingunum og skinnin. Við hefum ekki verið að nýta mjólkina og allan ekki ennþá. En já, það var svona einfalt. Nýtum bara kiðlingana. Eru þið með meiri búskap innan Grænumýri? Já, við erum alveg með fjárbúskap með 760 kindur vetrarfórum og nokkuð hross og hunda. Já, maður getur nú alltaf búið í Skagafirði án að segja hross, er það? Nei, það verður eiga nokkur til að vera með. Hvað ertu með margar geitur? Það voru 38 í vetur, vetrarfórar geitur. Það eru konið núna einhverjir 25 kiðlingar eitthvað. Von á tæplega 50. Hvað er það allt í allt? Hvað er þér á fjalli í sumar? Það getur verið kannski einhver svona 90. Hvað. En geitur, fara þær á fjall bara eins og kindurnar? Já, ég hef allavega látið þær fara á fjall og gengi bara svona þokkalega vel náðum heim. Þannig að þetta er ekkit verra en kindurnar. Eru það svona svipaðar í geðslagi og kindur? Nei, ég myndi ekki segja það. Það eru frekar sérlundaðar svona. Já, ég myndi segja það. Er það svona fallegt orð yfir það, sérlundaðar? Já, svona... Já, maður segja það. Það er svona mjög fallegt, svona hljóma vel, en það geta verið mjög þráar og já, leiðinlegar. En þetta er hug, það sé það. Geta þær ekki líka verið skemmtilegar? Jú, unguðin er sérstaklega skemmtilegur og eins er þægilegt að gera þær spakar og umgangast þær þannig. Það er mjög gott, miklu betur en með kindurnar. Eru þær líklegri til að hlýða þér? Já, ég myndi segja það, allan mér. Dýrin og, já, hegðun dýrana hefur oft verið efniviður í orðtök og spakmæli. Til dæmis gæti maður verið sterkur eins og naut, frjáls eins og fugl eða einfaldlega kindarlegur. Geiturnar hafa ekki verið skildar út undan en mögulega gæti maður verið kallaður gamla geit. En hvað finnst geitabóndanum þetta? Já, það allavega hljómar vel en ef einhver kannski, já, segir við, þá kannski er það ekkert voðalega fallegt svona. Nei, maður myndi kannski ekki taka þessi hrósi allavega. Nei, ég held að það sé alveg bara þvert á móti.
En eru geiturnar ekki kannski orðnar svona rólindari þegar það eru orðnar gamlar samt? Nei, þá verða þær eiginlega bara geðstirðari. Það mikil goggunaröð og eftir svona sem eldast og alveg elsta geiti sem ræður og svo hún fer frá og þá tekur bara svo næsta við. Þannig að þetta orðtaki kannski bara á fullkomlega rétt á sér? Já, það hentar bara mjög vel. Hvað segirðu? Hvernig liggur á þér? Er eitthvað að frétta? Við komum hérna niður að fjöru á Akureyri til þess að leita nokkrum selum en það er því miður engir sem við sjáum hér en það eru þó nokkrir í Dalabyggð. Öllu heldur 2 mjög feitir, við ætlum að kíkja þá næst. Við fréttum að 2 feitum og fallegum nýbúum í Búðardal. Er að ræða 2 landselskópa sem Svavar Garðarsson tók í fóstur frá Húsdýragarðinum. Hvernig kom það til að þú tókst á í þína umsjón og hvað ertu að gera? Þetta byrjaði kannski fyrir svona 3 árum þegar að selirnir skriðu út úr Húsdýragarðinum og fóru niður á tjaldsvæði Laugardal. Þá ákvað ég að gera eitthvað í þessu síðar meir og eins og allir vita og geta flett upp á netinu þá voru þeir drepnir. Og svo skrifaði ég núna í síðastliðið sumar óskaði eftir því að taka við þessum kópum sem að myndu fæðast og ala þá upp með það í huga að sleppa þeim þegar að leyfi til þess fengist. Og það kom strax svar frá Húsdýragarðinum og þeir voru mjög áhugasamir þetta. Þú ert búin að ala þá hérna í allan vetur og einmitt gefur þeim að borða og ert svolítið að fylgjast með atferli þeirra. Já. Jafnvel að kenna þeim eitthvað, eða ekki? Ég er kenna þeim að maturinn sé ekki endilega á hafsbotninum með að gefa þeim upp á bakkan og láta það fyrir að sækja þetta. Og svo er náttúrulega líka að fylgjast með hitanum á vatninu í lauginni. Eins og í vetur, það var búið að frost í allan vetur, mjög óvenjulegt, bara nánast hvern dag. Og ég er með við hliðina er ég með svona byttu sem var með vatni í og það var bara 20 cm klaki í henni í allan vetur. Og ég stýri hitanum á vatninu í laugina hjá þeim, þannig að sé nálægt 4 til 5 gráðum. Kom upp búnaði inn í byggingunni. Er með varmaskipti og litla hitatúpu og hita vatnið upp í 6-7 gráður áður en leggur á stað. Svo ef það er frost og vindur þá er mikil yfirborðskæling á vatninu. Já. Og þá bæti ég við aðeins til þess að halda þessu, eins og ég segi, í 4 til 5 gráðum. Sem er svona þægilegast fyrir þá? Já, ég hef fylgst með hitanum í hafinu bæði við Grímsey og Reykjavíkurhöfn og það er á netinu svona alltaf nýjar tölur á hverjum einsta degi, skrifað niður, mæli hér í höfninni og í lauginni hjá þeim til þess að verða til einhver svona þekking á hvernig þetta er í sjónum og hvernig þetta er í lauginni og hvernig maður þarf að bera sig að. Svo þetta sé ekki eitthvað út í bláinn. Þetta er alvöru verkefni sem miðar að því að sleppa þeim í hafið þegar leyfi hefur fengist til þess. Það er svo einfalt að það er bannað í lögum dýravelferð frá 2013 sem nú telst vera nýlega löggjöf. Þá er þar í 23. grein sagt að dýr sem alast upp með mönnum megi ekki sleppa út í náttúruna til að dvelja þar. Og það er undanþága frá þessari grein sem ég er að berjast við að fá. Og þarna eru bara öll dýr undir einum litlum texta en þau eru náttúrulega mjög ólík. Til dæmis er ekki gerður greinarmunur á kanínu og kóp en kanínur falla til kannski á 100 heimila land allt og algengt að þeim sé sleppt. Svo er þetta að valda spjöllum í kirkjugörðum og annar staðar, sérstaklega höfuðborgarsvæðinu. En kóparnir eru bara 2 frá einum húsdýragarð og auk þess er landselurinn í útrýmingahættu. Og þetta er mjög furðuleg vinnubrögð á þessari grein lagana þó margt sé gott í lögunum í heild sinni. Svæðið hérna sem þú ert búin að byggja utanum þá, á hverju miða það? Nota þér eitthvað svæðið, selirnir? Já, þetta var nú bara gert svona út í bláinn. Ég hafði ekki farið í húsdýragarðinn til að skoða þar en það langaði mig ekkert til þess að hafa þetta eins. Þannig að ég hugsaði bara að láta þetta líta vel út og yfirborðið sé fjölbreytilegt. Þannig að þeir hafa þarna tjörn
og svo hafa þeir gúmmímottur til að liggja á og þeir eru með svona áreyramöl og sand, fínan sand og hérna grasþökurnar. Þeir fara hér þökurnar alveg að leika sér. Já, þannig að þeir nýta plássið allt þetta og fara upp á sandinn og... Já, þeir taka sandinn og étan sér til ánægju eða heilsubóta og renna hann niður með því að fá sér sopa á lauginni á eftir. Út af hverju hefurðu áhuga á selum eða af hverju léstu þér and þessa seli? Stundum langar mann að láta eitthvað gott af sér leiða og þarna bjargaði ég lífið þeirra og mögulega mörgum fleiri því að það fæðast á hverju ári 2 selir sem ekki algengt í hústrekkgörðum, segir mér, að það fæðist selir. Og svo ef við tölum að þessi selastofn í útrýmingarhættu, að þá verkefni ennþá meira virði heldur en bara að taka einhverja 2 seli og sleppa þeim. Því þeir eru nokkuð hátt hlutfall af því sem eftir á stofninum. 1980 þá voru selir taldir fyrst og eru þá 33.000. Síðan búið að telja 11 sinnum og síðasta talningin var 2016. Skýrslan kom út í mars 2017. Þá stofnin komin niður í 7.700 úr 33.000. Hrunið 80%. En viðmið stjórnvalda varðandi æskilega stofnstærð 12.000 dýr og þetta komið 36% undir viðmið stjórnvalda. Þetta eru rosalega tölur. Já, en það rosalegast að fyrst mér vera að maður sér ekki að það sé verið að gera neitt til þess að vernda þá sem eftir eru. Ætli þú séð bless? Séð bless? Já. Þá komið að auglýsingunum. Ég ætla að vona að þið verði ekki dýrvitlaus á meðan. Þær verða stuttar, við höldum áfram ótrauð eftir þær. Aldrei góð vísa of oft kveðin og sömu sögu má segja fréttir af nýfæddum lömbum. Hérna næst ætlum við að kíkja á fyrsta lamb ársins í Dalabyggð. Það voru lánsamir dalamenn sem voru fyrstir með vorbúðan ljúfa þetta árið. Nei, ekki lóun okkar góðu, heldur fyrsta lambið. Fyrir þá sem ekki þekkja, þá lyktar nefnilega lambakrullur bæði af sól og lækjarnið. Bændundir á Spágilsstöðum og eiginlega líka Hróðnýjarstöðum, feðginin Fanney og Gísli, eru með yfir 1000 fjár. Ætli Fanney hafi alltaf ætlað sér að vera sauðfjárbóndi? Nei, alveg örugglega ekki. Ég fædd og uppalin hérna bara í sveitinni og hef alltaf verið voða mikið bara að hjálpa pappa og mömmu í búskapnum. Svo flutti ég niður í Búðardal og var að vinna í leikskólanum örugglega í 20 ár. Og tók alltaf frí þegar ég var sauðburður til að aðstoða pappa svo hann væri ekki einn og mömmu. Og svo hætti ég í leikskólanum og var þá að vinna á dvalarheimilinu í 2 ár. Þá vildi það nú til að bróðir pappa minn sem býr hérna líka, bara rétt hjá okkur frá Goddastöðum, hann var að hætta og bauð mér að kaupa kindurnar sínar. Og þá keypti ég og maðurinn minn 230 kindur, bættum bara svolítið vel við. Og svo æxlaðist það nú bara þannig að það var bara ég hætti vinnunni og maðurinn minn vinnur utan heimilis og ég bara í fjórðunum. Það ekki alveg venjulegt að fá boðum að kaupa 200 kindur. Það ekkert margir sem fá þannig símtal, eða það? Nei, eflaust ekki. Og ekkert margir sem stökkva á það, heldur það? Nei, örugglega ekki. Þurftirðu að hugsa þig lengi um? Nei, ekki dógulega. Þannig að það svona ríkt sveitablóðið í þér? Já, það var gott að vera í sveitinni. En það náttúrulega bara að vakna á morgnana og koma börnum í skóla og svo fyrir ég í sveitina og er yfirleitt alltaf komin í sveitin 9-leytið og þá fer maður bara að byrja að gefa og það svona misjafnt hvað maður lengi að gefa, hvað þarf að, eins og hérna, hvað þarf að gefa margar rúllur, stundum þarf maður að gefa 8 rúllur og stundum bara 1. Þið eru með svona kerfi á þessu, þetta fer hérna á hvað er þetta talíu? Já, hérna náttúrulega alveg mjög góð aðstæða. Þetta bara á talíum en
en maður þarf samt að ýta þeim til og frá og það getur verið miservitt líka. Ég er frekar stutt í annan endan þannig að ég er að vinna svolítið mikið fyrir mig. Finnst þér alltaf jafn gaman bara svona að koma á mótnana? Yfirleitt, stundum er maður náttúrulega þreyttur. Bara eins og gengur hjá öllum, ekki? Já, jú, í öllum vinnum. En yfirleitt, það er líka bara að vera úti og þurfa ekki mynd að sitja bara við skrifstofuna en maður fer bara út og svo getur maður náttúrulega svolítið stjórna þessu sjálfur. Ég þarf ekki að fara í 4 klukkan 9 endilega. En ég geri það til að reyna að vera búin á öllu áður en börnin koma heim aftur úr skólanum. Já, þetta er framtíðin. Hvað ætlar að vera sauðfjárbóndi? Ég stefnaði að taka við að pappa. Það er að fjölga upp í 3000 og... Ég veit það nú ekki alveg. En það er stefnan að taka við þegar pappi hættir. Hann er nú farin að fullorðnast svolítið. Það er nú ekki að sjá hérna, djöflast hérna bakvið. Hann er aldrei kjur. Nei. Já, en ég held að það er alveg framtíðin að bara... Já, ég held að það líka hjálp honum að hann stoppar ekkert. Sauðburðurinn með svona margt fé, er þetta ekki algjör bilun? Jú, það er alltaf mikil vinna. Já. Já, við höfum verið í því bara 4, ég og konan og dóttirinn og tengdasonurinn og svo börnin þeirra litla. Þannig að hjálpa til, byrja að hjálpa til. Heyrðu þið ekki, koma þau ekki bara upp til ykkar, flytja þetta í mánuð meðan á sauðburður stendur? Við erum bara búið bara hjá okkur. Lífið bara snýst sauðburðinn, bara þessar vikur sem hann er, eða ekki? Alveg hreint. Finnst þér að vera svona sjarmi yfir því, hérna sauðburðurum, hlakkaði til þegar það byrjar? Já, hann hlakkar alltaf til sauðburðarins. Já, en hlakkaði svo til þegar hann er búinn líka? Já, það var mjög gott. Mér skilst að það sé svona venjan að bændum hlakkar til og svo... Já, törnin er búinn. Hvað finnst þér mesta rómantíkin í varðandi sauðfjárbúskap? Já, það er bara gaman að vera skepnundar og sinna þeim. Það væntanlega fer dálítið mikill tími í það að safna svona mörgu fé saman aftur. Já. Hvað erum við að tala um þar? Það er líka nokkra vikna törn algjör, eða ekki? Já, jú. Þetta er nú sko skipti, það kemur fyrsta leit, svo hálfum mánuði seinna önnur leit, það kemur þarna pása á milli og þá erum við að fara fram að fjall og smala og svo náttúrulega réttinnar, rétta þetta, draga þetta í sundur. Þeir eru búið að smala því til réttar og það er æði mörg handtök að draga þetta allt. Já, nákvæmlega. Í dilka. Smalið þið bæði á hestum og fótgangandi eða? Aðalega á hestum. Aðalega á hestum hérna, já. Það er dálítið hægra engi því. Já. Smölum er alltaf hestum hérna. Og aðeins á hjólum í seinni leitir, fjórhjólum. Já, það er að koma svolítið inn núna. Jú, það hefur verið svolítið. Hvort finnst ykkur betra? Já, það er mjög gott í seinni leitir. Já. Skepnum kyndu verða uppgefnar fram að fjalli kannski. Þá getur bara tekið á hjólið og keyrt það niður. Hvað er skemmtilegast við að vera með kindur? Þegar lömbin fæðast. Þegar lömbin fæðast. Og þið voru nú ekkert smá heppi núna bara að fá fyrstu lömb ársins á Íslandi. Voruð þið að svindla? Voru það þið sem að hleyptu til? Jú, ég. Já, veistu, ég get alveg trúið að þú ættir eitthvað hlutamáli. Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera? Gefa, finnst mér. Gefa, kindunum. Eigið þið kindur? Já. Hvað eigið þið margar? Svona 5. 5 kindur? Svona sjálf, svona 5. Já, sem þið eigið alveg sjálf? Já. Og eru þið búin að skýra þær? Ég á eina kind og 1 hrút. Og 1 hrút? Ok, hvað heitir hrút? Móli. Já. Og Benna. Móli og Benna? Ok. Móli er svona dáin í að hafi sjópan. Finnst ykkur ekki sérstök lykt af lömbum? Jú. Er hún góð eða vond? Góð. Akkur er svona góð lykt af lömbum? Það er svo mjúk. En hlakkar ykkur til núna þegar sauðburðurinn byrjar? Já. Hvað hérna, þurfum við ekki að vaka mikið þá? Jú. Þá flytjum við líka út í sveit. Já, þá flytjið hérna til að máfa? Já. Er það ekki snillt? Og ég þarf líka alltaf að vaka. Já, og ég frétti að amma þín væri brjálæðislega dugleg að baka þá í sauðburðinum. Er það rétt? Jú.
Hérna næst ætlum við að kíkja á einstaklega hreindýr, nefnilega hreindýr. Einhvern tíma reyndu menn að sleppa þeim hérna í Vaðlaheiðinni og komum hreindýrastofni hérna fyrir norðan. Það gekk ekki, en fyrir austan nóg af þeim og við ætlum að kíkja á þau næst. Segja má að Skarphéðinn Þórisson á Egilsstöðum hafi helgað hreindýrum sinn starfsferil en hann vinnur hjá Náttúrustofu Austurlands við vöktun hreindýrastofnsins. Það byrjaði þannig að árið 1978 þá vantaði Orkustofnun líffræðing til þess að fylgjast að rannsaka hreindýrin. Því að það voru uppi miklar hugmyndir svo kallar Austurlandsvirkjanir. Hákon Aðalsteinsson sem sá þessu mál, norðfirðingur og vatnalíffræðingur frá Norðfirði, hann fór yfir Grensásveginn, Orkustofnun var hinum yfir Grensásveginn og ég var í líffræðinámi vestan við göttuna og hann spurðist fyrir þar eitthvað sem væri álitlegur og þeir bentu á mig, kennararnir, og hann kallaði í mig og spurði hvort ég hefði áhuga. Og ég hefði náttúrulega aldrei komið á Austurland og alla séð hreindýr. En þótti þetta mjög spennandi og ég útskrifaðist úr háskólanum 78, en ég fer strax og ég útskrifaður og fyrsta ári bara aðstofamaður Hákonar hér á Austurlandi þar sem hann er að rannsaka líf í vötnum upp á heiðum. Og þá notaði ég tækifæri til þess að kynna mér Austurland og horfa á hreindýr aðeins og þá voru líka fengnir tveir norskir sérfræðingar, Eldar Góri og Egil Ræmes. Og þeir settust niður, lokuðu sig af og skipulögðu 3 ára rannsóknir á öllum hreindýrastofninum. Því sem betur fer að þá sáum við það að þýddi ekki bara rannsaka eitthvað hreindýr í kringu Snæfell, heldur yrði að horfa á allan stofnin og dýrin sem eru á virkjunarsvæðunum á sumrin, þau geta verið eitthvað annars þar. Þannig að ég eltist við hreindýr í næstu 3 árin. Já, Skarphéðinn eltist við hreindýr næstu 3 árin og gott betur en það. Meðfram kennslu við Menntaskólann á Egilsstöðum á 17 ára tímabili sá hann talningu dýrana öll sumur en tók svo við starfi hreindýramanns hjá Náttúrustofunni árið 2000. Hreindýr komu til Íslands frá Norður-Noregi kringum 1780 en dóu út allstaðnum á Austurlandi en náttúra fjórðungsins virðist hentaði mjög vel. Kjörsvæði dýrana er á hálendinu norðan og norðaustan við Vatnajökul og á Austfjörðum. En hvernig hefur þróun hreindýrastofnsins verið á því tímabili sem Skarphéðinn hefur skoðað hann? Það fyrir náttúrulega allt við hvað við meðum þar sem dýrunum hefur fjölgað, líkamlegt atgerfi og frjósemi og allt sem við kemur þeim er í mjög góðu lagi. Dýrin hafa það mjög gott hérna, það er engin rándýr, þurfa ekki óttast neitt nema manninn á veiðitíma. Reyndar eru við pínt uggandi í sambandi við hnattlínun eins og annars staðar í heiminum, hvað gerist. Munu koma hér sjúkdómar sem við þekkjum ekki eða sníkjudýr. Muni þetta hafa einhver áhrif á gróðurinn, en við reynum að fylgjast með þessu og oft þá í samstarfi við aðra, til dæmis erlenda vísindamenn. En það er svona elsta áhyggjuefni kannski síðustu árin hefur verið að það eru fleiri og fleiri hreindýr sem verða fyrir bílum. Þetta er einhverju tugir sem að fara núna hverju ári, kannski 40, 30 til 50 dýr sem að fara hverju ári og það er svona reynt að gera eitthvað í því. Við erum í samstarfi við Vegagerðina. Láta þá vita hvar hættan er mest og þeir hafa vara við þessu, það mætti kannski gera meira. Ég stakkaði einhvern tímann upp á því að hvort það væri ekki hægt að setja lítil rauð hreindýr inn á færð á vegum þegar mann tékka á netinu hvernig færðin er, að hafa þá rauð hreindýr þar sem er hætta. Hvað er svona heillandi við hreindýr? Já, þetta er náttúrulega mjög merkileg dýr eða þau eru merkilega aðlöguð erfiðu líferni, að þrauka við alls konar skilir á veturnar í hríðabil og þetta eru bara heillandi og myndræn dýr og síðan náttúrulega er það ekki bara hreindýrin sem að gefa mér mikið heldur líka sá möguleiki að ég þarf að fara og heimsækja þau og hafa upp á þeim, að fara þá allt Austurland. Skarphéðinn hefur alltaf haft mikinn ljósmynda áhuga og hefur meðal annars tekið margar magnaða myndir af hreindýrum. Ég sá það þegar ég fór fyrsta sinn á Austurlandi 1978 að ég yrði náttúrulega með mér myndavél og átti innlegg í kaupfélagi Skagfirðinga, ég hef verið sveit í Skagafirðinum, strákur, átti rollu þar, átti innlegg sem dugði fyrir kannonmyndavél og linsu og síðan þá hef ég, og náttúrulega þetta tækifæri að fara hér allt á öllum árstímum og ég tala nú ekki að fljúga allt Austurland á ýmsum tímum og mynda dýrin, að ég hef áhuga á landi líka. Þannig að ég hef bara haft tækifæri til þess
að fara víða og sjá margt og búið gæfi til þess að bera myndavélina með mér og tek mjög mikið af myndum þannig að það slýsast alltaf einhverjar notaðar myndir með. Þá er einstaklega skemmtilegum þætti af eitt og annað af dýrum lokið. Ég get alveg lofa ykkur því að það er nóg af einstaklegum til í sarpinum hjá okkur og við munum taka annan svona þátt. Ekki kannski næstu viku, það verður eitthvað annað þá. Sjáumst í næstu viku.